Óskar Páll, ég ekki að bjóða það velkomin. Ég heiti Óskar og ég kem úr bænahúsinu. Ég ætla að tala helgun við ykkur. Þetta bara í svipuðu framhaldi af því sem hann var að tala hann Gunnar. Til þess að fólk frelsist, þá verður við að hafa Guð. Við verðum að geta gefið þeim Jesús. Og það það sem að helgun gerir. Við eignumst meira af Jesú. Drottinn, ég bið að úthella andans speki opinberan yfir okkur, Faðir. Ég bið að þú opinber okkur Jesús fyrir okkur, Faðir. Ég bið að þú opni hjörtun okkur fyrir orðinu, Faðir, og að þú vökvir það með andað þínu. Í Jesú nafni. Af hverju eigum við að helga okkur? Í 1. Pétursbréfi, 1. kafla stendur, verið heilög af því hann heilagur. Mjög einfalt. Guð skapa okkur til þess að lifa í sælu ástandi. Hann skapa okkur til þess að við þörfum þessar vá-faktor. Þegar við sjáum eitthvað á netinu, eitthvað sem einhverju klikkur skýrir á mótuhjóli, við erum bara, wow! Og það það, Guð settu þetta í okkur. Hann skapa okkur með þennan faktor í okkur. Og við verðum að fullnægja þessum faktor. Og heilaleikin og helgun kall til að lifa í þessari æðri skemmtun. Það kall til þess að lifa með Guði og við þurfum að læra að þekkja hann. Og þegar við byrjum að læra að þekkja hann, þá verður líf okkar eitt stórt vá. Ekki því vegna þess að það sem að gera í kringum okkur, heldur vegna þess að við sjáum Guð í öllu sem við gerum. Og þetta það að lifa í ótta Drottins. Ótti Drottins, þetta oft, maður veit ekki alveg hvað maður að halda þegar maður þekkir ekki þetta orð. En í Jesaja 11:3 stendur, unun hans mun vera óttast Drottin. Það að óttast Drottin, það unun. Það að lifa í þessum vá-faktor. Þegar við sjáum Guð, þá bara vá. Og þegar við óttumst Guð, þá óttumst við að missa af því sem að Guð að gefa í lífi okkar. Við þráum að eignast meira af Guði þegar við óttumst hann. Þetta ótti Guð. Það að óttast það að missa af honum, ekki vera hræddur við hann. Einu sinni hélt ég að dýrð Guðs væri það þegar maður fer á samkomu og maður upplifir svona, wow, hérna magnað að vera. Og það sagt, það dýrð Guðs, þessi nærvera sem við upplifum. En við getum líka upplifa hana bara heima hjá okkur. Með því að lesa Biblíuna og vera í bæn til Guðs, hann opinberar fyrir okkur orðið. Og þegar við lesum orðið þannig, ekki bara sem þekking, að því við höfum þekking og ekki Jesú, það kallaði Guð farisea og honum var ekki rosalega vel við það. Þess vegna þurfum við að lesa orðið og þannig upplifum við og fáum við meira af dýrð Guðs. Og við getum verið heima í stofunni, bara í vakningarsomkomu, bara ég og Guð aleinn. Bara með því að lesa orðið og taka frá tíma. En við verðum líka að taka frá tíma. Við verðum að segja nei við hluti eins og hann var að segja, við sjónvarpið. Við þurfum að helga augun okkur. Og þegar við sjáum eitthvað, þá slökkum við. Þegar við heyrum okkar, eitthvað sem viljum ekki heyra, þá eigum við að slökkva á því. Og þetta oft erfitt. Og oft gleymir maður sér og það allt í lagi. Bara leiðum maður eftir því, þá segir, nei Guð, þú átt mitt hjarta. Ég ætla að slökkva og ég ætla að lifa með þér. Við erum ofta að bíða eftir svona stórri vakningu. Það hefur verið spáð mikið yfir þessu landi að það muni koma stór vakning og hún mun koma. En það engin útlendingur sem mun koma með þessa vakningu, heldur það þú. Og það þú, þegar þú helgar þig, þá mun vakningin byrja að koma í gegnum þig. Og við höldum áfram að berja á vegginn með þessari helgun, þá mun hann að lokum falla. En við verðum líka að halda áfram að berja þennan vegg. Við megum ekki gefast upp, við megum ekki hlusta á tilfinningan okkar, mér leiðist, ég nenni sig ekki og allt það. Við þurfum líka að helga tilfinningan okkar, alveg eins og við þurfum að helga eyrun og augun og munnin. Þá verðum við að helga tilfinningar. Ef tilfinningin ekki samræmi við orð Guðs, þá verðum við bara ýta henni í burtu. Ef við löpum inn á samkomu og við erum þunglind, þá verðum við bara að berjast í gegnum og segja, þetta ekki frá þér, við ætla að berjast í gegnum og ég ætla að komast á þennan stað og ég vil fá að upplifa þína nærveru. Þannig verðum við að halda áfram að berja vegginn, ekki lifa eftir tilfinningum af því þá mun ekki mikið gerast í lífum okkar. Við verðum að halda áfram að berja og berja og berja, líka þegar okkur langar ekki til þess. Það sem að helgun mun gera, hún mun opinbera hjarta Guðs. Af því þegar þú gengur í helgun og þú gefur Guði allt þitt líf, þá muntu sjá meira af honum. Og sumt opinberast bara þegar þú gengur inn í helgun.
Af því þú munt, þegar þú frelsast og tekur við Jesú, þá muntu fá opinberun og þú munt alltaf fá eitthvað. En þú munt fá svo miklu meira ef þú ákveður að gefa Guði allt saman. Svo miklu meira. Og orð fá ekki lýst í hvað maður fær mikið. Til dæmis mun Guð opinbera brúðkaup sitt. Það sé brúðkaupið son sinn Jesú. Og það kemur bara þegar við byrjum að helga okkur, þegar við segjum ég ætla að gefa Guði allt. Það mun þessi opinberun koma. Og þetta brúðkaup fyrir stráka þá haldast, þeir skilja þetta ekki alveg og stelpur ekki heldur en stelpur þeir eru synir Guðs og strákar við erum brúður Krists. Þetta snýst ekki að fara í brúðakjól eða vera sonur Guðs, af því í Kristi er hvorki karl eða kona eins og stendur í Galatabréfi. Það er verið að tala andlega, það er verið að lýsa einhverjum áhrifum eða sambands okkar milli Guðs. Þess vegna er verið að tala son Guðs og brúðkaups Guðs. Og þegar við göngum inn í helgun, þá verðum við að ákveða það að gefa Guði allt. 100% af lífi okkar. Og ég held að það sé vandamál hjá mér allavega var það og hjá mörgum er það vandamál. Að því við viljum ganga x langt, síðan stoppum við. Hann má ekki fá pening yfiráðið peningunum mínum og svo framvegis. En við verðum að gefa allt. Hann verður að hafa yfiráðið peningunum, yfir talinu okkar, hvað við horfum á, hvað við heyrum, kynlífið okkar, makavalið. Þetta verður allt að gefa honum. Og líka við getum, þegar við ákveðum það að gefa Guði allt saman, það mun okkur mistakast. Af því það hefur enginn tekist að vera 100% hlýðin nema Jesú Kristi. En það skiptir ekki máli að við föllum eða gerum eitthvað rangt. Það er ásetningurinn sem að Guð þarf. Það er að segja ég ætla að gera það, þótt að mér mistakist aftur og aftur, þá ætla ég að ganga með þér. Og þetta er það sem að Guð vill. Þess vegna dó Jesús til þess að heilagur andi getur fullkomlega þetta verk í okkur. Og það er málið. Og þegar við gerum þetta, þegar við setjum þennan ásetning á 100% hlýðni, þá mun eitthvað gerast í lífum okkar. Af því andinn mun taka kipp og hann mun byrja að lifna við. Og ég vil bara skora okkur að prófa að gera þetta. Bara að taka ásetningin, núna ætla ég að gefa allt. Og þið munu upplifa það smátt og smátt, munu byrja að loga innan frá út. Og þið munu komast á það stað, eitthvað líður eins og beinin logi af Guði. Þetta er dásamleg tilfinning og það er ekkert sem heimurinn getur gefið sem er betra en þetta. Ekki neitt. Þegar við gerum þetta, þá munum við fara frá dýrð til dýrðar. Við byrjum ekki í mikilli dýrð og förum inn yfir litla eitthvað svoleiðis, heldur við byrjum smátt og það kemur meira og meira og meira og meira frá dýrð til dýrðar. En það er líka annað í þessu sem við verðum að hafa í huga. Þegar við ákveðum að ganga heilaleikann og við segjum við gefum Guði allt, það mun hann setja vegg í kringum okkur og hann mun setja, eins og stendur í Hósea 2:6, hann mun setja þyrnirunna í kringum okkur og alltaf við reynum að labba eitthvað í burtu frá Guði, ef við okkur reykar og við erum að fara vitlausa leið, þá munum við reka okkur í eitthvað og það mun stinga og það er bara til þess að við snúum okkur aftur til Guðs. Þetta er Guð sem að setja þennan vegg í kringum okkur og stundum er maður búinn að stinga sig svo ógeðslega oft að maður er reiður og pirraður. En við megum ekki gleyma að það er kærleikur Guðs sem er þessu. Hann agar okkur af því hann elskar okkur. Og þegar við göngum inn í þessa helgun, þá vitum við það að við munum rekast á aftur og aftur og aftur og aftur. En það er bara til þess að hreinsa okkur og ná okkur að hærrasti til þess að við getum eignast meira af Jesú. Þetta er ekki spurning hversu mikið Guð vill gefa okkur, þetta er spurning hversu mikið við erum tilbúin að gefa Guði.